Það álagning gjalda útsvar 2016. Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fram þriðji liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 27. nóvember síðastliðinn, þar sem lögð var fram tillaga útsvarsprósentu í staðgreiðslu opinberra gjalda á árinu 2016 og bæjarráð samþykkti framlaga tillögum að hámarksútsvarsprósentu fyrir árið 2016 og vísaði tillögunni til afgreiðslu í bæjarstjórn. Ég hef hins vegar aðeins viljað að við myndum bæta við í bókun bæjarstjórnar í samræmi við það sem framkemur í tillögum Sambands íslenskra sveitarfélaga, þannig að það sé áréttað hvað við erum að tala í þessu sambandi, þannig að við munum, ég hefði viljað að þetta myndi hljóða þannig að bæjarráð samþykkti tillögu bæjarráðs að síðan kæmi svohljóðandi klausa: miðað við að útsvarshlutfall fyrir árið 2016 verði hámarksútsvar, það að segja 14,48% af útsvarsstofni að viðbættri hækkun sem kveðið verður á í lögum tekjustofna sveitarfélaga á grundvelli fyrirhugaðs samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga endurmat á yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga. Gengið út frá því að lagabreyting þessa efnis verði afgreidd fyrir lok haustþings. Ég held að þetta sé réttar að við fáum að þetta fylgi með svona til að árétta hvað verið að tala. Og þá kannski kemur það í þessa umræðu sem ég finnst bara, og við höfum náttúrulega lagt mikla áherslu á það hér í bæjarstjórn, það er mikilvægi þess að það verði gengið frá þessum málum sem fyrst. Þannig að liggi ljóst fyrir hvað við erum að fá vegna yfirfærslu á málum fatlaðra. Við höfum verið að ræða ákveðna prósentuhlutdeild og það er mjög mikilvægt að brýna þá sem að máli varða að komast til botns og komast að samkomulagi þetta sem fyrst. En annars þetta bara lagt fram hér til samþykktar. Takk. Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið laust. Það sem enginn hefur best við hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt þetta við þess að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.